Félagsmálaráðherra hefur óskað eftir því við Runólf Ágústsson, nýráðinn umboðsmann skuldara, að hann upplýsi nánar fjármál sín bæði lánafyrirgreiðslu og skuldaskil. Er þetta gert í framhaldi af umfjöllun DFF í síðustu viku þar sem upplýst var að Runólfur fékk 200 milljón króna erlent lán til að kaupa hlutabréf í Sparisjóðabankanum og var einungis tekið veð í hlutabréfunum. En við byrjum á umdeildum umboðsmanni skuldara. Runólfur Ágústsson hefur lítið tjáð sig þetta mál við fjölmiðla hingað til, en hann er nú sestur hjá Sigmari. Vertu velkominn. Takk. Við skulum byrja kannski á deginum í dag og viðbrögðum Árna Páls félagsmálaráðherra við þessari frétt DFF frá því í síðustu viku. Hann er að krefja þig frekari skýringar, þú átt að fara almennilega yfir skuldamálið þín og þá lánafyrirgreiðslu sem þú hefur fengið. Hvernig ætlar þú að bregðast við þessu bréfi Árna Páls? Þessu bréfi mun ég einfaldlega bregðast bara með því að senda inn þessi umbeðnu gögn. Það er ekkert sem þolir ekki dagsins ljós og ekkert sem ég hef að fela. Ég mun gera það væntanlega í vikulókin, það tekur einhverja daga tína þetta saman. Hann bað upplýsingar aftur til ársins 2003, bæði persónulegar fjármálaupplýsingar og félög sem ég hef átt á þessum tíma. Og þannig mun ég afgreiða það. Hins vegar er eftir að geta þess að ráðherra hringdi í mig í morgun, áður en hann sendi mér þetta bréf og óskaði þess að ég myndi stíga til hliðar úr mínu starfi. Ég hef íhugað það í dag. Ég sótti þetta starf vegna þess að mér langaði til að gegna því. Ég taldi eða vildi vinna mínu samfélagi gagn í þessu erfiða starfi sem er endar sorglega fáir sóttum. Það er alveg ljóst að þau gríðarlegu verkefni sem að framundan eru í embættinu, uppbygging þjónustu þar sem að á 900 mál liggja fyrir óafgreidd, afgreiðsla á neysluviðmiði sem er mjög brýnt mál og mun gagna skuldurum mjög mikið og fleiri mjög brýn mál. Það er algjörlega fráleitt að umboðsmaður skuldara geti sinnt því nema með byggum stuðningi ráðherrans. Ég hef því sent ráðherra bréf þar sem að ég biðst undan þessu starfi og segi mér umverulega frá því. Já, þannig að þú frá með deginum í dag ert ekki lengur umboðsmaður skuldara? Nei, þetta verður svolítið sérkennileg lína í CV-inu mínu, embættismaður í einn dag, ég hóf starfið morgun og hætti kvöld. Já, það er þannig. En maður nýtur svolítið það að á sama tíma ráðherra er að biðja frekari skýringar út af þessu starfi, þá talar hann við munnlega að þú stígir til hliðar. Hvað finnst þér það? Hann kvenkaði sér undan þeirri pólitísku umræðu sem hefur verið þessa ráningu og þú verður eiga við hann það, en mér þótti nú þóttum ekki mikill mannsbragur að þessu. Nei, hvers vegna þá ekki? Ég meina þetta er búið að vera erfitt mál fyrir hann pólitískt. Já, staðan auðvitað er svo fyrir mér að ég er ráðinn í þetta starf, þar sem ég er metinn hæfastur. Það verður ekkert komið fram í þessari umræðu nein óeðlileg eða ólögleg viðskipti mín á liðnum árum. Það má segja að þessi umræða er orðin svolítið sérkennileg og ofsakend. Já, við skulum kannski fara yfir hann á eftir. Mér langar fyrst að fá að vita meira þessi samskipti þín við ráðherrann vegna þess að þau náttúrulega skipta svolítið miklu máli. Gefur hann það upp sem skýringu að þetta sé erfitt mál fyrir hann pólitískt fremur heldur en að embættið líði fyrir þessa umræðu eða hvað? Það var svo skýring sem hann gaf mér að sér þetta erfitt að bera pólitísk ábyrgð á þessu. Já. Og aðra skýringu fékk ég ekki á þessari óskans. Nei. Og hvað finnst þér það? Mér finnst ekki mikill mannsbragur á því. Þessi umræða hefur verið leidd hér af DFF og blokkurum. Það virðist vera orðið þannig í þessu samfélagi að öll viðskipti sé litið á þau sem afbrot og þá ekki vita hvort er verra að hagnast eða tapa. Þau viðskipti sem ég hef átt í gegnum tíðina fyrir árið 2008, þau voru ósköp eðlileg og hefðbundin á þeim tíma. Já, við skulum fara yfir það. En hvað vissi ráðherrann þegar hann ræður því í starfið þessi viðskipti? Hvað nákvæmlega vissi hann þetta eignarhaldsfélag sem allt snýst Hvað vissi hann þau viðskipti sem þar voru inni? Ég fór yfir þessi mál með ráðherra þegar hann skipaði mig stjórnarformann Vinnumálastofnunar í nóvember síðasta ári og svona í mjög tiltölulega grófum dráttum, ekki honum smáatriði en honum átti að vera heildarmyndin algjörlega ljós. Já, vissi hann það að þú hafi fengið 200 milljón króna erlent lán til þess að kaupa hlutabréf án þess að það væri veð í neinu öðru nema bréfunum sjálfum? Ég ætla ekki að
enda rekum ekki minni til þess, nákvæmlega hversu ítalið við fórum yfir þessi mál. En hann vissi heildarmyndina, hann vissi það að ég hafði fjárfest í hlutabréfum í banka, hann vissi það að ég hefði lagt þar verulega fjármun inn og tapað og að ég hefði stofnað þetta félag og svo framvegis. Hins vegar er það rétt að geta þess að í aðdragandum að ráningu minni sem umboðsmanns þá kom þetta mál aldrei upp og ég var aldrei spurður það og auðvitað ef að ráðherra hefði talið að það hefði vantað ykkur frekari gögn það mál þá hefði þetta verið lóga lagi að spyrja þeirra spurninga. Já, vegna þess að ég spyr vegna þess að maður les þannig í orð Árna Páls að hann hafi í raun og veru ekki gert sér grein fyrir því að heildarmyndin væri svona eins og raunin er. Þess vegna er ég að reyna að fá það upp úr hvað nákvæmlega þú sagði ráðherranum og hvað hann vissi þegar hann ræður til starfans. Já, ég geti svolítið ekki svarað til neitt nákvæmlega heldur en ég hef gert núna. Þetta er alltaf samtal sem á sér stað fyrir tæpu ári síðan og er tveggjamannatal, en eins og segi, ég gerði honum grein fyrir þessari heildarmynd og hvernig hún leit út og hann taldi ekkert í því sem að myndi koma í veg fyrir það, ég geti tekið að mér starf stjórnarformanns Vinnumálastofnunar og þar liggur þessi vitneskynni. En þú sem sagt stígur núna til hliðar, nauðbeygður heyrist mér á þér, finnst þér ekkert athugavert við það hvers konar lánafyrirgreiðslu þér stóð til boða þarna á þessum í aðdraganda hrunsins vegna þess að í dag þá er þetta þannig að þú leggur inn 100 milljónir en þú fær líka 200 milljón króna lán sem aldeilis stendur nú ekki Jóni Jónssoni til boða og þú þarft ekkert að leggja fram nein veð önnur heldur en bréfin sjálf fyrir því. Þessi viðskipti á þessum tíma voru í alla staði eðlileg. Auðvitað skil ég það að fólki finnst þessar tölur háar. Staðan var sú að ég legg hérna fram 100 milljónum króna í reiðufé fyrir hlutafé í Sparisjóðsbankanum sem þá hétt Æsbank. Eigendur þessar hlutafjár sem voru 4 eða 5 sparisjóðir lána mér fyrir restinni. Þetta hlutafjár að metið okkur 300 milljónir. Þar að segja að ég borga 1/3 og fæ 2/3 láni og það var til óvenju hátt hlutfall á þessum árum. Ég vil líka leysa það að það er ekki... Þetta er óskráð félag og hvernig getur þú haldið því fram að þegar þú leggur fram 1/3 og þarft ekki að leggja fram neina tryggingu fyrir 2/3 að það sé bara eðlilegt? Þannig gengur viðskipti fyrir þessum tíma. Já, hvernig horfir þetta fyrir okkur siðferðislega í dag? Ekki bara það, heldur á þessum tíma náttúrulega var það tiltölulega óalgengt, en menn leggur hreinlega fram fjármagn í svona viðskipti. Já, en spurningin er hvernig snýr þetta siðlega að okkur í dag vegna þess að í dag ertu orðinn umboðsmaður skuldara og það sem að þú gerir í fortíðinni, það skiptir býsna miklu máli upp á það hvort að skuldara treystir þér og hvort að það fjármálastofnun sem þú ert að vela við treystir þér líka. Það er alveg hárrétt. Ég hef rætt núna undanfarna daga við töluvert marga af okkar umbjóndum eða viðskiptavinum, þar að segja töluvert fjölda fólk sem hefur leitað til embættisins og forverað þess. Og ég held að það að ég hafi lent í fjármálavandræðum og staðið frammi fyrir erfiðum ákvörðunum, staðið frammi fyrir tíma að ég hélt gjaldþroti sem ég komst nú á löppunum út úr. Ég held að það gerir mig ekki vanhæfan til þess að fjalla málefni skuldara. Heldur þvert á móti kannski gerir mig ef eitthvað hæfari til þess að setja mig í spor þess fólk sem að koma inn á ráðgjafarstofuna. Já, býtu, nú ertu að snúa svolítið hlutum á haus vegna þess að svona lánafyrirgreiðslu svo þú finnst, hún er almennt fordæmd í samfélaginu í dag. Hvernig getur það verið jákvæð reynsla inn í embætti? Já, ég held að þetta var mjög dýrt námskeið fyrir mig. Ég setti þarna inn 100 milljónir sem var auðvitað bara aðlega minn á þeim tíma. Ég tapaði þeirri fjárfestingu. Og það var auðvitað mjög sársökafullt og þetta voru nú ekki viðskipti ársins 2007 að kaupa banka, eða hluti banka. En þannig stendur það og þetta var þetta partur af þeirri græðgisvæðingu sem var á þessum tíma í gangi. Já, og ég hef auðvitað hreyft með. Ég ætla ekki að gera lítið úr því. Af hverju stóð þér þetta til boða? Það var þannig. Þetta stóð til boða held ég, ekki bara mér, þetta stóð fyrirtækið til boða. Við skulum gera okkur grein fyrir því að ég er ekki að kalla lán, heldur eignarhaldsfélag. Og ég hafði ekki frumkvæði. Og ástæðan fyrir því að þetta er í eignarhaldsfélagi er einmitt að ef að illa fer, þá er ekki hægt að ganga þér. Ég hafði ekki frumkvæði þessum viðskiptum. Það var banki sem gerði það. Já. Hann leitaði til mín, stjórnendur úr bankanum, þessi kaup og spyr hvort ég vil vera með. Og þannig bar það mál að. Ef að þessi viðskipti hefði ekki á þessu stað, þá væru þessir sparisjóðir sem að seldu mér, eða þessi félagi þennan hlut, þeir væru sem verst staddir í dag. Sá sem að tapaði í þessum viðskiptum og bara tjón var mitt félag og ég persónulega.
Já, og bankinn náttúrulega líka sem að lána þetta 200 milljónir, því að þó að sé ekki búið að gera þetta upp, þá er alveg ljóst að þetta fyrirtæki er algjörlega verðlaust. Það er annað sem vekur athygli í þessu, það er að félagið flakkar frá þér og yfir á vin þinn, Steinberg Finnbogason, sem er lögmaður, í lok árs 2008. Það svona að minnstakosti lyktar svolítið þegar maður skoðar ofan í það eins og einhvers konar málamyndagjörningur, vegna þess að félagið er algjörlega verðlaust á þessum tíma. Það er nú verðmæti í öllum félögum. Það er engin verðmæti í þessu félagi. Það er ákveðin verðmæti í öllum félögum. Það kostar 500.000 að stofna félag til dæmis. Þarna lágu bara viðskiptaleg sjónarmið að baki. Þetta félag er náttúrulega gjaldþrota í sjálfu sér, sko? Félagið er ekki gjaldþrota. Það er ekki búið úrskurðað en það er algjörlega verðlaust. Það er ekki verið gert hjá því árangurslaust fjárnám og mér er ekki kunnugt að einhverju afsluta á þessu stað. Meira veit ég ekki um þetta félag, ég er ekki komin alveg til 2 ár. En þarna bara réðu viðskiptaleg sjónarmið. Hvað fékkst þú fyrir þetta félag? Ég held ég fengi fyrir það, ég man ekki hvort það var 100.000 krónur eða 500.000 krónur, eitthvað fleis, ég man ekki nákvæmlega þá tölu. En aðal hagsmuni mínir að þessu máli voru þetta bara svo staða sem þarna var uppi. Ég fekk ráð frá... En er þetta ekki bara vegna þess að ef það þarf að afskrifa eitthvað þarna þá er það ekki gert í þínu nafni heldur í nafni Steinbergs? Það hefur ekkert verið afskrifað þessi félagi. En það verður væntanlega gert. Annarkvort verður fyrirtæki gert upp og gert gjaldþrota eða þá allar skuldirnar verða afskrifaðar. Væntanlega. Já. Þannig að við skulum ekki tala neitt öðruvísi það. Nei, það liggur fyrir. Þetta fyrirtæki er í hópi með þúsundum annara fyrirtæki í þessu landi, þar sem að eignir brunnu upp og skuldir margfalduðust. Það er alveg ljóst. En er ekkert skrítið við það að þú skulle selja það akkurat viniðinum á þessum tíma? Það er svona sem sko, náttúrulega vini og kunningi, hvað maður vil kalla það. Það er nú svona í þess okkar samfélagi, þá er nú ekkert óeðlilegt að menn sem þekkjast eigi viðskipti saman. En það var ekkert óeðlilegt við þau viðskipti. Þau voru byggð á vísindalegum forsendum, þar sem að báðir hagnaðust. Hver getur mögulega verið hagnaður Steinbergs á því að kaupa þetta félag sem er fullt af verðlausum hlutabréfum? Ef þetta félag fer ekki í þrot, þá er þetta liggja ákveðin verðmæti í því. Það er líka fullt af umdeildum atriðum í þessu uppgjöru og þessu félagi, þar að segja með lán og alls konar hluti, en hann sá sér hag í því. Verður þetta ekki að teljast einhverju verstu viðskipti aldarinnar að kaupa þetta fyrirtæki sem er með verðlausum hlutabréfum inni? Ég held nú að ég hef ekki verið viðskipti. Ég er bara að spyrja þig, er þetta ekki hreinn og klár málamyndagjörningur þar sem þú ættir að losa þig við óþægilegan pakka yfir? Það er það ekki. Sko, ég farið bara nákvæmlega yfir þetta. Ég sel þetta fyrirtæki að ráðgjöf endurskoðanda árið 2008 af því að það ár sem sé, þá vorum við að sko hefði ég ekki selt það, þá hefði komið til skattgreiðslu af hlutafé sem var orðið verðlaust. Þannig að það þurfti að staðreina þá verðrýrnum. Þannig að það voru skattalegar ástæður fyrir því að þetta fyrirtæki selt og ekkert óeðlilegt við það. Þannig bara eru skattalögin í þessu landi. Og þannig var það mál. Já, og það er þá skýring þín á því. En við þurfum að komast yfir fleiri hluti þegar þetta skiptir nú allt máli. Hvar fékkstu þessar 100 milljónir sem þú settir inn í félagið upphæði? Ég fékk þær úr viðskiptum með því að selja Sparisjóðabankanum tiltekið félag. Og naustu og einhverjar lánafyrirgreiðslu þar sem að gæti litið einkennilega út? Ekki neitt nátt, ekki lán til að kaupa hlutabréf sem að síðan seldist með? Í upphafi keypti ég í því félagi hlutabréf fyrir einhverjar 55 milljónum króna. Það lán fyrir því tók ég hjá Sparisjóði Mýrasýslu á þínum tíma, setti að veði allar mínar eignir og borgaði það upp. Já. Og það komið 100 milljónir inn í þetta félag sem að síðan fór eins og við vorum að rekja. En hvað með almennt, hún kannski skiptir minna máli í dag, þessi spurning heldur en kannski fyrir klukkutíma, en hvernig metur það þannig að skuldarar í þessu landi hefðu getað treyst þér eftir þetta? Vegna þess að, sko, ég heyri það að þér finnst þetta allt vera eðlilega skýringar, en þær hljóma ekki örugglega eðlilega til reiðs fólk sem hefur tapað miklu að vera afskrifa hjá því, það er verið að láta lifa knaft til þess að láta endun á sama. Þú ert alltaf kallinn sem fyrst bara eitthvað afskrifað. Ég hef ekki fengið neitt afskrifað sem var. Það er ekki þannig. Nei, en við vorum að fara í gegnum þetta og veist alveg hvernig fyrirtæki fór. Hlutverk umboðsmanns skuldara er meðal annars að aðstoða fólk við það að laga skuldir að greiðslu getu með afskriftum. Og það er alveg ljóst að ég mun ekki sinna því hlutverki, en það er mjög mikilvægt hlutverk. Það er líka mjög mikilvægt hlutverk að umboðsmaður skuldara, þá sem tekur við því starfi, að hann veiti bönkunum mjög stíft aðhald. Ég, strax og ég tók við, sem ég var skipaður þetta embætti, fór að ræða þessi mál og lýsti því yfir að ég myndi ekki sýna bönkunum neina miskunn í þessum uppgjörsmálum og það verður algjörlega nauðsynlegt að aðlaga raunverulega þennan lánamarkað
að raunveruleikunum þannig að bankarnir afskrifi skuldir og taki á sig ábyrgð af skuldurum. Einungis þannig munu bankarnir læra sína ábyrgð í útlánum. Það var ekki liður nema 2 daga frá því að þessar upplýsingar síðan lágu úr bönkunum þessi mál og ég hef ekkert við því að segja. Nei. En ég held að það hafi ekki verið neinn tilviljun. Nei, þú talar líka að þessi umræða sé leitt áfram. DFF náttúrulega flutti fyrst fréttir af þessu máli. Það enda... Samkvæmt heimildum innan á bönkunum, sagðu þeir. Já, og þú talar að þessi umræða sé leitt áfram af þeim og bloggurum. Lesið það rétt, finnst þér þú verið eitthvað svona fórnarlambi í þessu máli eða? Nei, langt í frá. Ég ekkert fórnarlambi í þessu máli. Ég ákvað að sækja þetta starf, eins og ég sagði, til þess að reyna að gefa eitthvað af mér inn í þessa samfélagsuppbyggingu sem er mjög nauðsynleg hér. Það var ekki stemming fyrir því og þá fer ég bara til einhver annar verka en ég ekkert fórnarlamb. Ég bara geng glaður út í sumarið. Já, ég spurði þig vegna þess að þér fannst greinlega áðan á umræðan þessi mál að vera óvæginn. Ég var auðvitað hefur verið óvæginn, en ég er kannski vara við það að þessi umræða, 2007, þá vorum við þeirri stöðu að enginn var maður með mönnum nema græða rosalega mikið af peningum. Í dag erum við komin þá stöðu að öll viðskipti eru litin hornuga og tortryggð og liti og þau eins og afbrot. Og eins og ég sagði, það má ekki milli sjá hvort það er verra að hagnast á viðskiptum eða tapa. Hvoru tveggja er óásættanlegt í samfélaginu og þetta er ekki hollt fyrir samfélagið. Nei. En við skulum, áður en við hættum fá frá þér svar við einni spurningu vegna þess að það hefur verið talað svolítið það að þetta sé bara svona hefðbundin pólitísk ráning þín í þetta starf, þið séu vinir þú og Árni Páll og þarna sé bara að ræða bitling fyrir samfylkingamannin og vin félagsmálaráðherrans. Þetta mál ber þannig að ég einfaldlega sækjum þetta starf eins og hver annar. Það eru 9 umsækjendur, þar voru 2 kallar í viðtal. Ég var metinn hæfastur af ráningarstofu út í bæ. Við Árni Páll höfum átt mjög gott samstarf undanfarið ár þegar ég hef verið að vinna. Eru þið ekki vinir? Við erum kunningjar eins og hann sagði sjálfur í dag. Við vorum ekki reynum sérstöku sambandi fyrir að hann bað mig að taka að mér stjórnarformennsku í Vinnumálastofnun fyrir tæpa árið síðan. Eftir það höfum við starfum við náið saman og það samstarf held ég hafi verið með farsælt. Okkur hefur lánast að vinna þar nánast að mínum að þetta kraftaverk í þjónustu við atvinnulausum. Við höfum komið 3000 atvinnulausum ungmennum til náms í skóla. Í dag var verið að kynna átak langtíma atvinnuleysi. Þessi átaksverkefni, þau hef ég þróað og samhæft og stýrt og ég er með stoltur á þeim verkum. Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þú umræðu að þetta sé eitthvað bogið við þessa ráningu, en svo sem þessu viðtali líkur þannig, þú verður ekki umboðsmaður skuldara, það líkur þá fyrir. Það líkur fyrir. Já. Og nú tekur bara hvað annað við. Takk fyrir að koma. Takk fyrir þess.